Línurnar S, K og O eru samsíða. Reiknaðu gildi X og Y. S-línan, K-línan og O-línan eru samsíða. Og hugmyndin við að leysa þetta dæmi er að framlengja línur, það er að segja teikna þessa línu hér og láta hana framlengjast hingað og þessa línu hér, framlengja hana hingað og vinna með þríhyrningana. Ég þarf líka að finna þetta horn hérna. Hringurinn er 360 gráður, þannig að ég veit þessi tvö horn og get þá fundið þetta þriðja. Og það mun hjálpa mér við að leysa þetta dæmi. Það eru tvær lausnir á þessi dæmi. Þetta er eitt af þeim dæmum sem að bjóða upp á tvær lausnir og ég ætla að sýna þér báðar lausnirnar. En ef þú treystir þér til að halda áfram á einn spýtur, þá skaltu stöðva myndbandi hér og reikna dæmið. Annars birtist lausnin hér eftir augnablik. Nú, hérna er ég búin að framlengja línurnar. Gula línan kemur hérna áfram og rauða línan kemur hér niður og heldur áfram. Þessi lausn sem ég sýni hér er kannski einfaldari heldur en hin, þannig að við sjáum til, kannski munu báðar lausnirnar verða auðveldar fyrir þig. En við skulum byrja á því að finna þetta horn hér sem ég hef merkt A. Ég veit að hringurinn hérna er 360 gráður og ég veit að þetta er 125 gráður hér og 145 gráður hér. Þannig að það sem vantar upp á hringinn er að A-ið sé 90 gráður. Hérna sé ég útreikningin að A-inu. Þannig að ég veit að þetta horn hér er 90 gráður. Nú, það þýðir raun og veru að þetta horn hér sem er á milli er 90 gráður líka vegna þess að þetta er 180 gráður bogi hérna og ef þetta bláa horn er 90 gráður þá er hitt horn við hliðan og 90 gráður líka. Ég hef merkt það hér. Nú, þegar ég framlengdi hérna gulu línuna og rauðu línuna hér þá fekk ég horn hérna, lítið horn hér á milli gulu línunar og K-línunar og þau eru jafn stór, þetta X mínus Y og þetta horn hér. En hvað er þetta horn stórt? Jú, samtals er þessi bogi 125 gráður og ef að þessi partur er 90 gráður þá þýðir að þessi litli partur af horninu er 35 gráður. Nú, horfum á rauðu línuna hérna. Ég get gert það sama hérna, þar að segja ég veit að þetta horn er X plus Y og ef ég framlengi þessa línu hér þá er þetta litla horn hérna og X plus Y jafn stórt. Hvað er það stórt? Jú, þetta er 145 gráður bogi hérna, þetta horn hérna, 145 gráður og ég veit að þetta er 90 gráður, þetta hér, þannig að 145 mínus 90 gefur mér að þetta litla horn hérna inni á milli er 55 gráður. Þannig að þetta horn hér, X plus Y, er þá jafnt og 55 gráður og þetta horn X mínus Y er þá jafnt og 35 gráður. Ég set það hér upp. Annað hornið, X plus Y, er jafnt og 55 gráður, hitt hornið, X mínus Y, er jafnt og 35 gráður. Vantar gráðumerki hérna. Lögum það. Nú, ég seti þetta þá upp sem jöfnur með tveimur óþekktum og það er mjög auðvelt að losna við í hérna. Ég legg þetta bara saman eins og þetta er. X plus X eru 2X. Y mínus Y, þeir deyja hérna, þetta er út. En 55 gráður plus 35 gráður er jafnt og 90 gráður. Þannig að 2X er jafnt og 90 gráður, deilum með tveimur til að losna við töluna við X-ið og þá fæ ég út að X-ið er jafnt og 45 gráður. Ég er búinn að finna X-ið. Þá þarf ég bara að velja mér aðra hvora jöfnuna til þess að finna Y-ið, þar að segja. Ég vel hérna efri jöfnuna og set X-töluna inn í staðinn fyrir X-ið. Þar að segja 45 gráður kemur hérna í staðinn fyrir X-ið plus Y-ið jafnt og 55 gráður. Flytjum 45 gráðunar yfir, þá er það mínus. Það þýðir að Y-ið er jafnt og 55 gráður mínus 45 eða 10 gráður. Þannig að hér er ég búinn að finna X-ið, hér er ég búinn að finna Y-ið.
Það er önnur leið til þess að leysa þessa jöfnu en þá kemur annað svar á í-inu. Kíkjum á þá lausn. Við framlengjum aftur þessar línur hér. Hér er hún blá og hér framlengjum við þessa línu hér er hún rauð. Ég þarf að finna þetta horn A og ég er búinn að gera það hérna og A-hornið er 90 gráður. Það þýðir að þetta horn hérna er 90 gráður líka. Nú, bláu hornin eru jafn stór. Þannig að þetta horn hér sem er x mínus y er jafnt og þetta horn hér x mínus y. Af því að þetta horn hér er 90 gráður, rauða hornið er x plus y og bláa hornið er x plus y, þá get ég sett upp hornasumið þríðnings, þar að segja rauða hornið plus bláa hornið plus 90 gráður er jafnt og 180 gráður. Það þýðir að þegar ég skoða jöfnuna hérna þá deyja í-in hér út, þau verða að nulli. En eftir stendur x plus x eru 2x og 90 gráðurnar fara þá yfir og breytast í mínus. Þannig að 2x er jafnt og 180 gráður mínus 90 gráður. 180 mínus 90 er 90 gráður, þannig að ég stend þá uppi með 2x er jafnt og 90 gráður. Ég þarf þá að losna við þennan tvist, deili með 2, báð megin, x er jafnt og 45 gráður, nákvæmlega eins og gerist í hinni lausninni. En þegar ég set 45 gráðurnar inn í jöfnum summu þríðnings, þá gerist þetta. 45 gráður plus y plus 45 gráður mínus y plus 90 gráður er jafnt og 180 gráður. Í-in deyja, þau hverfa verða að engu. Eftir stendur 45 plus 45 sem er 90 plus 90 gráður, það er jafnt og 180 gráður. Í-ið getur þá ekki verið neitt annað en 0.